Nú ætlum við aðeins að skoða dýraríkið. Dýraríkið er eitt af, ég vil tala um 5 ríki lífvera. Það er dýraríki, það er plönturíki, það er svepparíki, frumveruríki og ríki drefkjörnunga sem eru bakteríur. Reyndar er bakteríuríkin oft skipt upp í 2, frumveruríkinu jafnvel upp í enn fleiri ríki. Við ætlum ekki að tala um það núna. Ég gæti sem sagt teiknað aðra svona mynd fyrir plönturíkið, aðra fyrir svepparíkið og svo framvegis. En dýrin, þau er eitthvað sameiginlegt. Þess vegna eru þau í dýraríkinu, annars verður þau eitthvað annars staðar. Þetta eru fjölfruma lífverur sem að hafa, sem sagt melta fæðu, hafa einhvers konar meltingarkerfi, svamparnir reyndar ekki alveg en eru líka með einhvers konar taugakerfi og bregðast hratt við áreiti. Þetta er það sem sameinar dýrin. Svamparnir eru svona mörkum þess að vera dýr, eru til dæmis einu dýrin sem eru óreglulegi í laginu, er ekki alltaf eins. Þau skiptast í ríki, dýraríki. Dýraríki skiptist í fylkingar. Fylkingarnar skiptast í flokka, flokkarnir í ættbálka, ættbálkarnir í ættir, ættirnar í ættkvíslir og ættkvíslirnar í tegundir. Og það er mjög misjafnt hvað er mikið af fylkingum, flokkum í hverri grein fyrir sig. Ég er búin að teikna upp pínulítið brot af dýraríkinu. En svo eru milliþrep í þessu líka og ég teiknaði hérna 1 milliþrep bara til þess að sýna ykkur það. En dýraríki skiptist eiginlega í 2, hvort það er síðmunnar eða frummunnar, deuterostóma eða protostóma á latinu. Þegar dýr fjölga sér með kynæxlun, þegar rennur saman sáðfruma og eggfruma, að þá verður til okfruma, sem skiptist og verður að 2 og 2 verða 4, 4, 8 og 16 og svo framvegis. Þannig myndast bolti af frumum. Svo leggst boltinn saman, svolítið eins og sprungin bolti, og brúnirnar leggjast saman, mynda op. Þetta verður opið inn í meltingafærin á endanum. Hjá frumunum myndast munnurinn á endanum úr þessu gati og endaþarmurinn myndast seinna, en það er öfugt hjá síðmunum. Þá verður þetta opað endaþarminum. Hann er sem steila það fyrst það sem myndast. Síðan eru það einna fylkingarnar. Hver fylking hefur á hver einkenni. Svampar. Þetta eru lífverur sem að lifa í sjó, eru með litla sérhæfingu og sía vatn úr sjónum. Linddýr eru ekki með, og þetta hér er allt hryggleysingjar sem er reyndar ekki svona flokkunarfræðilegt fyrirbæri, heldur meira svona lífeðlisfræðilegt. Linddýrin eru til dæmis sniglar, samlokur, eru ýmist með enga stoðgrind eða ytri stoðgrind eins og einhvers konar skel. Ég teiknaði ekki alla ættbálkana hér, því að ef ég ætla að teikna allt, þá væri ég í fyrsta lagi sennilega einhverja daga að því og þið gætuð ekkert lesið út úr því. Það er þið of mikið, það er þið of flókið. Liðdýrin eru með eitthvað svona liðskiptan líkama. Hér eru til dæmis áttfætlur og skordýr, líka krabbadýr og fullt af öðrum dýrum. Ættbálkarnir hérna eru hjá skordýrunum, til dæmis kakkalakkur og bjöllur. Meira en helmingurinn, í kringu 70% af öllum dýrategundum yfir höfuð, allt í dýraríkið, eru bjöllur. En ég valdi að teikna ekki áfram hérna. Tvívængjur eru til dæmis eiginlega flestar flugur sem við þekkjum. Skrápdýr eru einu hryggleysingjarnir sem eru síðmunnar eins og við. Sjáðu, við erum hér, við erum seildýr. Skrápdýr eru líka dýr sem eru almennt ekki tvíhliða, með 2 eiginlega eins hliðar. Skrápdýr eru geislótt, eru með arma út, þetta eru svo krossfiskar og ígulker, sem dæmi, sæbjú og fleira. En þau eru með líkama sem er svona í pörtum út og hver partur er nokkurn veginn eins. Seildýr eru svo dýr sem eru með innri stoðgrind. Það er ekki öll seildýr hryggdýr. Hryggdýr er undirfylking. Sjáðu, hérna er yfirfylking, svo eru stundum til undirfylkingar og alls konar hliðarspor í þessu. Það eru möttuldýr og tálknmunnar til dæmi sem eru seildýr en ekki hryggdýr. Þetta er allt hryggdýr sem ég teiknaði. Tálknmunnar til dæmis eru lítil dýr, líkjast fiskum í útliti en eru tæknilega sé ekki fiskar. Þeir eru ekki með hrygg, heldur er
eru þeir með innri stoðgrind sem bara svona brjóskpinni, hann ekki liðskiptur, þetta bara pinni. Og ofan á honum liggur mænan óvarin. Þannig að þegar fiskurinn, þetta virkar eins og fjöður, þegar hann hreyfir sporðin þá smellir seilin sporðinu tilbaka. Hryggdýrin eru með liðskiptan hryggjarliði. Þó þessi ekkert alltaf úr beini. Brjóskfiskar eru til dæmis með hrygg og beinagrind yfir höfuð úr brjóski. Hér eru við með froskdýrin, skiptast upp í froska og körtur meðal annars. Síðan eru það fuglarnir, ég skrifaði hérna nokkrar og andfuglaættin eru teljast til gásfugla. Svartfuglar, uglur og spörfuglar. Fuglarnir hafa ákveðin einkenni. Þeir geta flogið, flestir, ekki allir, en eru með vangi, eru með hól bein að innan sem gerir þá léttari, hjálpar þeim líka að geyma súrefni, þurfa mjög mikið súrefni, miklu meira heldur en flest spendýr og þeir eyða svo mikilli orku í að fljúga. Þess vegna er öndun fugla til dæmis skilvirkari heldur en hjá okkur. Froskdýrin þurfa að vera nálægt vatni, ekki bara af því að húðin þeirra þarf að vera rök, því að þeir eru með frekar léleg lungu, anda líka í gegnum húðina. Og til þess að geta andað í gegnum húðina þá þarf hún að vera rök, en þeir þurfa líka að verpa í vatni. Bæði vegna þess að eggin þeirra er ekki vatnsheld, þau myndu þotna upp ef þau væri ekki í vatni eða í miklum raka, en halakorturnar sem skríður eggjunum eru með tálkn, verða að komast í vatn, þannig að stegja þér. Froskdýr verpa mjúkum eggjum, það gera skriðdýr líka sem ég sleppti að tekna hérna. Fuglarnir verpa eggjum með harðri skurn, þannig að það er svona ákveðin munur alltaf. Því að ef þetta væri alltaf eins, þá væri þetta í sama flokki. Það er alltaf eitthvað sem er sameiginlegt dýrunum sem er í hverjum legg fyrir sig. En eftir því sem fyrir lengra í gegn, þá erum við komin í fleiri og dýpra í smáatriðin. Hvað greinir hverja lífveru í sundur. Spendýrin skiptast í nokkra hópa, skiptast meðal annars í yfir ættbálka sem eru nefdýr, pokadýr og legkökuspendýr. Ég ætla að tala um það seinna. En legkökuspendýrin eru langstæðsti hluturinn. Meir en helmingur allra spendýra eru leðurblökkur og nagdýr. Það eru langstæðstu hóparnir, báðir með yfir 1000 tegundir, restin er innan við 1000 tegundir. Ég ætla að skoða hérna fremdardýrin, stundum kallaði prímatar, sem allir apar, lemúrar, vofaapar, lórar og þess áttar dýr. Allt dýr sem geta farið upp á 2 fætur, þó þau lappinum flest á 4 fótum svona almennt. Skiptast upp í þessar ættir vofaapar, lemúrar, lórar, silkiapar, köngurapar, dýrapar. Svo gibbonarnir sem eru svona hliðarættir, eru skildastir mannabættinni, stundum kallaðir minni mannapar. En stóru mannabarnir eru þessir, órangútan, górilar, simpansar og menn. Og af mannaættinni, eða ættkvíslinni, homo, er bara eftir hinn vitiborni maður. Það voru til fleiri tegundir. Það eru til nokkra tegundir af simpansum, það eru til einhverja 2-3 tegundir af górilum, nokkra tegundir af órangútum, en þar voru fleiri af þessu öllu saman. Þannig að það er hægt að telja þúsundir tegunda hérna. Bara bjöllutegundirnar væru margar töflur. Þannig að ég er svona að sýna ykkur aðeins hvernig þetta lítur út. Því að það er einhver einkenni, það er eitthvað við hvernig þau lifa, hvernig þau eru gerð, sem gerir það verkum að dýr er í þessum flokkin ekki hinum. Og þetta er pínuflókið, ég veit það, en þetta er ekki eins flókið og þið haldið, því að maður þarf bara að átta sig á hvað er sameiginlegt. Og þá er hægt að raða þessu á nokkuð einfaldan hátt.